umræðum verður kosið tillögurnar til afgreiðslu inn í áfangaskjalið og ég ætla að biðja Írisi Lind Sæmundsdóttur, varaformann nefndarinnar, að gera grein fyrir tillögunum. Gjörðu svo vel. Já, fáum við að sjá eitthvað á skjánum? Nei, ok, þá gerir ég ráð fyrir að séu allir með skjalið fyrir fram að sig og bara fyrirgefa ég ávarpa ykkur ekki formlega fyrst, en góði formaður, ráðsfulltrúar og þið sem í salnum sitjið og þið sem heima eruð. Ég er að flytja skýrslu nefndar sé og tillögur okkar sem við erum að koma fram með í kjölfar umræðan eftir síðasta fund. Tillögurnar liggja frammi hér fyrir framan salinn fyrir þá sem hafa áhuga og eru aðgengilegar á netinu. Svo ég segi ykkur aðeins frá starfinu síðustu vikuna, þá hefur nefndin fundað 4 sinnum og rætt meðal annars framkomnar athugasemdir þær tillögur sem við vorum búin að leggja til, og bæði þær sem voru samþykktar inn í áfangaskjalið dómsvald og svo þær sem við lögðum til kynningar lögréttu. Í kjölfarið var svo haldinn opinn fundur með nefndarfulltrúum og ráðsfulltrúum öðrum þar sem við ræddum þetta betur og fórum ítarlega ofan í saumana á hugmyndum annarra ráðsfulltrúa fyrirkomulagið í tengslu við lögréttu og það endurspeglast hér í tillögum okkar í dag. Við höfum auki rætt kosningar og kjördæmaskipan og höfum einnig hafið umræðu utanríkismál. Starfi í nefndinni hefur verið bara mjög gott og samráð hefur verið mikið við aðra ráðsfulltrúa og áður en ég flyt tillögurnar okkar þá vil ég nota tækifæri og þakka minni nefnd og okkar nefnd sé fyrir starfi á síðastliðnum vikum. Það hefur verið mjög ánægjulegt og lærdómsríkt að öllu leyti og ég kann þeim öllum sérstaka þakkir fyrir það. Og svo ég snúi mér að því að kynna efnislega tillögu nefndarinnar til breytinga á kafla dómstóla. Nefndin að leggja þær til, eins og ég sagði, með hliðsjón af ýmsum skriflegum breytingatillögum sem okkur bárust og þeim munnlegu athugasemdum sem gerðar voru á síðasta ráðsfundi og í kjölfar 7. ráðsfundar reyndar þar sem við fluttum upphaflega tillögur okkar dómsvald og hugmyndir lögréttu og svo þeim opna fundi sem fór fram í kjölfarið. Og okkur bárust 4 skriflega breytingatillögur, 2 dómstóla, það var frá Katrínu Oddsdóttur, Þorkeli Helgasyni og Vilhjálmi Þorsteinssyni annars vegar. Svo barst önnur tillaga frá Gísla Tryggvasyni og Þorvaldi Gylfasyni. Eins bárust okkur 2 tillögur í tengslu við lögréttu og það var frá annars vegar Þorvaldi Gylfasyni, Katrínu Oddsdóttur og Illuga Jökulsyni og tillaga frá Silju Báru Ómarsdóttur. Og ég kann ykkur öllum bara sérstaklega þakki fyrir að leggja vinnu í að gera þessar skriflegu tillögur sem allar voru rökstuddar og vel framsettar. Varðandi fyrstu tillögu okkar þá gerum við tillögu að breytingu á heiti kaflans þannig að hann muni bera heitið dómsvaldið í staðinn fyrir dómstólar. Við tökum undir það sjónarmið sem að vísa var til að vísa fremur til þess þáttar ríkisvalds sem verið að fjalla í kafla fremur en að nefna þann aðila sem falin handhöfn valdsins. Og verði fallist á tillöguna mikilvægt að huga verði að því að öll kaflaheiti í endanlegu áfangaskjali ráðsins og svo hugsanlega frumvarps ef á þetta verði fallist verði samræmt þannig að mið verði tekið af þessu. Þá sný ég mér að 1. grein skipan dómstóla. Þar leggjum við til að hún standi efnislega óbreytt. Okkur bárust hins vegar tillaga breytingu sem laut að því að fella út orðin fjöldi dómara og að í staðinn yrði felld inn regla hámarksfjölda dómara. Þannig að þeir skyldu vera
þetta dómara í Hæstarétti þannig að þeir skildu vera að hámarki 9. Við vorum að sjálfsögðu efnislega sammála að þetta væri góð tillaga og hefði það að markmiði að tryggja betur sjálfstæði dómstóla eins og hún var sett fram. Við töldum hins vegar ekki heppilegt að festa fjölda hæstaréttardómara í stjórnarskrá og að fremur ætti að eftirláta hinum almenna löggjafa að ákvarða það með hliðsjón af aðstæðum í samfélaginu hverju sinni. Og það töldum við enga mikilvægt svo hægt var að veita svigrúm til að fjölga dómurum í Hæstarétti þegar þörf væri á, til dæmis vegna skyndilegrar aukningar á málafjölda, líkt og gert var nýlega vegna aukins málafjölda og álags í kjölfar efnahagshrunsins. Helstu rökin fyrir breytingatillögunni sem ég vísaði til áðan voru þau að tryggja þyrfti sjálfstæði dómstóla og með hámarksfjölda væri komið í veg fyrir að einn ráðherra gæti að geðþótta skipa nokkra dómara í einu til þess að koma þeim inn í réttin sem væru honum sérlega þóknanlegir. Við í nefndinu voru þeirra skoðunar að með því skipunarferli sem við höfum nú lagt upp með í kaflanum og hefur verið samþykkt inn í áfangaskjalið, að þannig eigi að vera tryggt að geðþótti geti aldrei ráðið við skipun í embætti dómara og að það verði ávallt hæfi og málefnaleg sjónarmið sem verði höfð að leiðarljósi við skipun. Og af þessum sökum teljum við ástæðulaust að gera hér breytingu varðandi 2. grein sjálfstæði dómstóla og ég tel kannski óþarfi að vera að taka greinarnar og lesa þær allar upp. Ekki nema þið viljið það frekar, ef ykkur finnst það þægilegra. Nei. Það barst okkur tvíþætt tillaga breytingu á 2. grein, en að svo stöddu leggjum við til að hún standi óbreytt. Í fyrsta lagi var lagt til að fyrri málsliður ákvæðisins breyttist þannig að þar stæði fremur dómstólar eru sjálfstæðir og öllum óháðir, í staðinn fyrir sjálfstæði dómstóla skal tryggt með lögum. Í núverandi orðalagi, eins og það sett fram í áfangaskjalinu, það felst að dómstólar skuli vera sjálfstæðir og slíkt skuli útfært nánar með lögum. Og hér rétt að vísa til þess að í 14. lið mannréttindakafla áfangaskjalsins, sem nú birtist í 70. grein stjórnarskrárinnar, þar felst að til skuli vera óháðir og óhlutdrægir dómstólar. Þessar reglur þarf að lesa saman og að tillögu nefndarinnar leiðir að útfæra skal nánar þetta sjálfstæði sem felst meðal annars í 14. liðnum. Það var því mat okkar að leggja ekki til breytingu á þessu leyti. Okkur barst einnig tillaga að breyta síðar í málsliðnum þannig að felld yrðu út orðin samkvæmt venju eða eðli sínu. Og það var skilningu nefndarinnar að í orðalaginu felist að unnt verða viðhalda venjubundinni framkvæmd skiptingu verka milli dómstóla og annarra valdhafa sem almenn sátt í samfélaginu og hefur haldist til margra ára og jafnvel áratuga skeið. Rétt að nefna að við höfðum rætt merkingu þess orðalags fyrir 7. ráðsfund og áður en tillagan kom fram breytingar og var okkur þá aðalega hugleiki hvort mikil réttarfarsleg breyting gæti orðið á ef við felldum þetta út. Og þá var þess að mat okkar að haldi þessu inni en jafnframt leita eftir því að sérfróður aðili í réttarfari upplýsti hvort brottfall orðanna kalli á mikla breytingar í íslensku réttarfari og þá að hve miklu marki. Og við leggjum til að ráðið taki svo stöddu ekki afstöðu til þessa fyrir en að mat liggur fyrir og við ákvörðun sína á síðari stigum getum við þá betur gert okkur grein fyrir þeim réttar áhrifum sem felast í breytingu að þessu leyti og hvort við séum tilbúin til að leggja hana til. Og þá ætla ég að víkja mér að 3. grein lögsögu dómstóla. Við leggjum ekki til neina breytingu á 1. málsgrein. Í 2. málsgrein segir nú dómstólar skera úr hvort lög standist
Við leggjum til að síðari hluti annarrar málsgreinar falli út, þannig að orðin að því marki sem á það reynir í dómsmáli verði felld á brott. Við leggjum þessa tillögu fram með hliðsjón af tillögu okkar 7. grein sem verður að lesa